Já, komið sæl eftir, ég heiti María Lilja og hérna hjá mér heill herskari af konum til þess að ræða svona kynferðisbrot, þetta eru þessi þungumál í samfélaginu okkar sem einhvern veginn hverfa ekki, alveg sama hversu mikið við berjumst gegn þeim og tölum þau, þá einhvern veginn vandamálum virðast að vera til staðar. Það dæmi það eru fjöldi sýknudóma og frávísuna sem hefur núna verið sagt frá í fjölmiðlum. Ég held að hafi síðast bara verið í dag, hafi ég lesið frétt af sýknudómi, en svo líka langar mér svolítið að ræða við ykkur þennan nýja, hvað ég var að kalla þetta, svona sjálftöku lögregluflokk sem að fer bæinn og ætlar að fara að refsa aðrir virðist erlendum mönnum fyrir brot gegn íslenskum konum. Þetta svona vopnvæðing á kynferðisofbeldi til þess að beita útlendingaofbeldi. Hjá mér það Jenny Kristín Valberg frá Bjarkarhlíð, Silja Höllu Egilsdóttir og Margrét Baldursdóttir, fulltrúar Druslugöngu og Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar. Verið velkomnar. Takk fyrir. Þið hafið væntanlega fylgst með fréttum í dag. Eins og segi, þá þetta búið að vera svona stigvaxandi vandamál og ég kannski byrja á að fá að heyra þess frá þér. Hvernig með finnið þið fyrir aukningu í aðsókn í Bjarkarhlíð og ég meina, eitthvað tenging þarna á milli? Ég meina, hvernig meiri líkur á fólk leiti í Bjarkarhlíð eftir svona frávísanir eða hvernig horfir þetta við þér? Já, sem betur hafa þolendur oftast leita til annarkvort Bjarkarhlíðar stigamóta eða hvernig athvarfsins eftir áföllin, því það eru auðvitað löngu seinna sem kemur niðurstaða í málin og mikilvægt að þolendur hafi fengið eitthvað stuðning á þessum tíma sem að líða þarna á milli, og við sjáum að þetta getur verið bara ansi mörg ár oft á tíðum, en við sjáum það líka að þegar að þolendur eru búin að fara kannski gegnum stuðning og ráðgjöf hjá okkur og svo kemur að þessu að það verður jafnvel sýkna í málinu þeirra sem því miður hann svo oft, að þá oft hafið samband aftur og koma aftur til okkar og þetta auðvitað oft mikið áfall vegna þess að eins og við vitum þá þetta svolítið, ef maður sletta svona make og break það hvort að þolendur upplifa ofta að þetta sé svona staðfesting af því hvort brot hafi raunverulega átt sér stað eða ekki, og þess vegna getur þetta verið svo sárt þegar að þau upplifa að kerfið get ekki stutt við þeirra upplifun og þá getur þetta orðið svona eins og svona endur svona retraumatization í kjölfarið og fólk tekur oft mjög djúpa dýfur í líðan. Já. Ég meina, að því að við erum að sjá allar þessar frávísanir sýknur, erum við ekki komin á þann stað að við þurfum að fara að gera eitthvað nýtt? Þurfum við ekki eitthvað skonar nýtt dómstig jafnvel, eitthvað skonar einhverja lausnir? Hvað segið þið? Hafið þið skoðað eins og til dæmis bara fjölskyldudómstóla í Bretlandi? Það eitthvað sem heitir family court, það eitthvað svona sem tekur aðeins viðkvæmari málum og þá af svona meiri mildi þar sem að matsérfræðinga metið eins og vitnis og annað. Er þetta að ykkur verið að skoða þetta? Kannski Guðný? Ekki svo ég viti til, en auðvitað höfum við verið að kalla eftir breytingum og við þurfum miklu betri sérþekkingu inn í þessu málaflokki. Hæstaréttardómarar eru eins og staðanir í dag náttúrulega ráðnir inn til lífstíðar og í sjálfu sér eru ekki skikkar til þess að vera í stöðri endurmenntun hvað varðar áfalla með nálgun þegar kemur réttarkerfinu. Þannig að auðvitað myndi ég vilja sjá sér dómstól fyrir þessi mál því að þetta mjög núansað og við getum heldur ekki verið að veigra okkur frá því að gera lagabreytingar af því að þetta stendur og fellir í raun og veru með því hvort það hægt sé að ásetning gerenda.
Og það hefur oft verið talað einmitt, það er talað svona, eins og í manndrápsmálum, það eru morð og manndráp og það verið einmitt talað yfirlega ráðið ekki. Það hefur verið talað einmitt lagabreytingu og svona einhvern veginn að færa til, hnika til einhverjum svona viðmiðum hvort að við eigum að tala einmitt ásetning eða ekki. En þess að dæma fyrir þá ekki ásetningsbrot, eru þið sammála þessu? Já, ég meina að því að við erum með gáleysis hugtak og þegar við horfum á málið þarna á Akranesi þar sem að 4 menn voru ekki ákærðir fyrir að brjóta á konu, þarna hefði ég vilja nota gáleysis hugtakið og geta ákært á vegna þess að það er augljóst að brotin á sér stað og kerfið er búið að segja brotin á sér stað en þeir gátt ekki samt sannað ásetningin að þeir ætlaði að brjóta þessar konu. Þið ætlaði að ganga druslugöngu einmitt út af þessu. Já. Og bara út af öllum málum eins og þessum. Þetta er svolítið að druslugöngan er staður þar sem við erum ekki eins mikið að einblína á lögin og á einstök mál, heldur frekar á bara þessa menningu sem þrýfst í kringum þetta og hvernig við tökum á þessum málum og hvernig við afsökum réttlætum þetta eins og að sé bara og tökum þessu kerfi eins og það sjálfsagt og það sem okkur finnst vera vandamálið við þetta bara, við umræðuna í general bara. Já, mér langar líka þess að koma inn á að mér svíður það oft að sjá það er við að tala mjög alvarlegar ákærur fyrir nauðgun og það er verið að tala ákærur fyrir það að tala nota orðin svo kynmök, samræði og það þykir mér alveg ótrúlegt að það sé ennþann dag í dag. Það er maður les ákærun og þetta er alveg skelfilega gróft brot en fjölmiðlar fjalla ákærður hann hafa átt kynmök við hana, samræði við hana. Að það er eitthvað sem ég held að við þurfum að breyta líka. Það er ekki mikið samráð í nauðgun. Nei, bara alls ekki. Það líka býr bara til þess að hugmynd að ef þú talar ósamþykkt kynmök eða ósamþykkt kynlíf þá ertu bara að breyta umræðinni með svona litla orði sem breytist þetta er svo lítið en það breytir svo ótrúlega miklu sérstaklega fyrir bara yngra fólk sem að lesa þetta og sér samt kynlíf og ég læri kynlíf, hvað kynlíf er og ef þetta er ósamþykkt kynlíf þá hljómar þetta bara svona mistök þegar þetta getur nauðgun er orðið svo stórt og erfitt orð til að segja og mér finnst það svo leiðilegt hvað það hvað við höfum falið okkur frá þessu sérstaklega fjölmiðlum. Fjölmiðlar mjög hræddir við að nota orð að þetta býr til eitthvað svona eitthvað óvinn og nauðgara ímynd sem þarf ekki endilega að vera til staðar en samt mikilvægt að notum orðið að þetta er brot, þetta er nauðgun, þetta er ekki kynlíf sem að ein mannskjan bara var ekki til í þetta er ekki mistök, það er líka býr til ef þetta er kynlíf þá býr það líka til þá ímynd að mannskjan hafa bara svolítið séð eftir þessu og þess svona kæra sem ég er bara algjörlega hræðilegt. Við tölum oft afleiðingar svona ofbeldis og ég veit að druslugangan er tilengu Ólöfu Töru sem að ég tók í líf eftir að hafa bara búið við og lifað við bara mjög erfiðar afleiðingar kynferðisofbeldi. Sjáu þið mikið af svona erfiðum dæmum þar sem að fólk þetta hreinlega bara tekur yfir allt svona lífið eftir brot? Já, vissulega og það er auðvitað mikilvægt fyrir þolendur að upplifa því hafi stuðning og ykkur úrræði til þess að leita í vegna þess að auðvitað þetta mikil áföll og það er margt sem fyrir gegnum huga þolenda að bæði þetta andlega og líkamlega mjög erfið áföll og það er mjög mismunandi hvað fólk er hvað það fer hratt eða hægt í gegnum þetta og það er auðvitað líka bara hvernig stuðningurinn er og hvernig fólk er gripið og þess vegna held ég að sé rosalega mikilvægt að geta átt samtal einhvers staðar þar sem að brot eru viðurkennd hvort sem að það fær gegnum dómskerfið okkar eða einhvers konar restorative justice þar sem að það eru einhverju sáttafulltrúar sem að fara þarna á milli vegna þess að við þurfum líka að hugsa það að þessir aðilar sem eru að brjóta af sér að þeir læri líka þessi samskipti, hvað þeir eru að gera rangt í samskiptum og
varðandi ásetning og annað, þá ég ekkert að segja það að endilega mjög margir einstaklingar lappi út að heiman frá sér og þeir hafi þann ásetning að nauðga einhverjum, en einhverju hluta vegna þá ansi margir þolendur sem verða fyrir því að það brotið á þeim kynferðislega sem segir að það eitthvað í samskiptum sem verða þarna á milli og að þessir aðilar sem að brjóta sér eru klárlega ekki að lesa annarkvort í samskipti eða þeir eru að hunsa það. Og það verður þá eitthvað samtal þar sem að þolandinn fær að greina frá sinni upplifun og að það sé einhvers konar sátt sem að yrði á eftir, að hvort sem að það væri þá sátt þeirra á milli án dómstóla, vegna þess að við sjáum það núna að dómstólarnir eru ekki að ná að grípa þolendur á þann hátt sem þeir þurfa að vera gripnir út af því að málin þurfa að fara í gegnum þess að þröngu síðu þar sem að ofuráherslu auðvitað á að vera ekki að refsa einstaklingum ef það hafið yfir einhvers konar vafa, en þetta setur þolendur í þá stöðu að þeir eru auðvitað mjög oft að upplifa að þeim sé ekki trúað og að brotin gagnvart þeim hafi ekki verið raunveruleg og það eru auðvitað rosalega mikið gaslýsingi því og svo þolandi í langan tíma eftir einhvern veginn þrátt fyrir hann viti hvað gerðist og nærumhverju kannski styðjan, þá einhvern veginn alltaf þessi vafi hvort að samfélagi samþykki þetta brot og viðurkenni það að það hafi verið brotið gegn þér og það einhvern veginn þetta þunga akkeri sem verið að bera. Ég var að tala við gamla vin daginn sem sagði mér að stúlkan hans, hún hefði orðið fyrir kynferðisofbeldi. Þeir menntaður maður, lögfræðingur sjálfur, hann ráðlagði henni frá því að kæra. Sem eitthvað sem ég var ekkert að heyra í fyrsta sinn og ég sagði já, flott hjá þér, sagði ég við hann síðan vegna þess að ég veit bara hvernig að fara í gegnum þetta kerfið, það umulegt að fara í yfirheyslur og það að rifja upp bara fyrir einhverjum hvað gerðist og svona útskýra þú veist, útlista eitthvað svona, þú veist, bara mjög nánar djúpar lýsingar á einhverju sem að manni finnst það ekki koma neinum við. Bara þetta einhvern veginn, nú veit ég ekki, persónulega kærði ég nauðgun fyrir mjög mörgum ára síðan, henni var vísað frá. En ég veit svo sem ekki hversu mikið hefur lagast síðan þá, ég meina þetta hefur verið 2010 eða eitthvað, ekkert að batna í þessum málaflokki. Ekki, ég meina, og þegar við gengum fyrstu druslugönguna 2011, þá einhvern veginn var svona ákveðin von, það varð svona momentum og þetta yrði svona nokkur ár af svona miklum krafti og samfélagi með og fjölmiðlar með og svo einhvern veginn svona eru alltaf allir með í smá stund en svo bara einhvern veginn gerist ekki neitt. Er það rétt svona skilið? Er mín tilfinning rétt eða finnið þið fyrir þessu líka? Varðandi það að kæra að þá náttúrulega það að þolendur að stíga fram og við þurfum druslugöngun á hverju einasta ári, það birtingarmynd þess að við getum ekki treyst kerfinu. Kerfið bara ekki komið á þann stað sem það þarf að vera til þess að geta tækla þessi mál því miður og það alveg ennþá vinna sem hægt að vinna þar og mér finnst bara tími til komin að lögreglan og bara kerfið okkar í heild fari að vinna því að vinna traust almennings tilbaka. Þú veist, við verðum að geta kært þessi mál og þau verða að fá réttan farveg fyrir þau sem kjósa að kæra, þar að segja, en þetta bara þannig. Þú veist, það að þolendur segja að stíga fram hver eftir öðrum til að láta vita hvernig staðan og hvernig kerfið að taka þeirra málum. Þetta þessi birtingarmynd þessa kerfiskalla. Og mér finnst bara tími til komin að þessi stíð þarna fast í jarðar og farið að skoða þessa, svona, ég kalla þetta tékklista í kerfinu. Hvar er þetta að fara úrskeiðis og hvar getum við bætt þetta? Nú myndi eitthvað segja, já, Skjöldur Íslands, þeir ætla nú til dæmis bara að bæta ástandi því að þeir eru bara átt að sjá því að kerfi virkar ekki og þeir eru bara mættir með innan gæsalappa foreldraröldið sitt þar sem þeir eru í sérmerktum peysum og þeir ætla að vernda konur. Já, þeir ætla að vernda konur fyrir útlendingunum. Þeir ætla ekki, og ég ætla að fullyrða það,
að þeir eru ekki mættir þarna til þess að vernda konur fyrir íslensku ofbeldismönnunum en útlendingunum og lituð útlendingunum, sannanlega. Það er náttúrulega að sjá það þegar að það kom hér frétt sem að fóru svo eldur sinu hér fyrir einhverju síðan, þar sem að Margrét Friðriksdóttir, sem hafði nú ekki fram að því halla góðu orði á druslugönguna, ég hafði nú lent í deilum við hana á kommentkerfunum, sem ég reyna að forðast svolítið sem ég lent í deilum við hana. Og hún uppsögði einhverja frétt að það hefði verið flóttamenn frá Palestínu sem hafi nauðgað ungri stúlku. Já, hópnauðgað mitt, þetta var mjög grafísk lýsinga og eitthvað sem að virst ekki hafa afskaplega og í kringum hana og þá frétt, þar hópuðust fram á reitvöllin hver snillingun er og manngeskan eða kvengeskan í þessum einstaklingum, en þetta snýri eingöngu að sérstaklega palestínskum flóttamönnum og lituðu mönnunum, þeim glæpamönnum. Þetta er ekki menn sem ég ætla að treysta fyrir öryggi dóttur minnar út á götu gagvart vinsælu strákunum. Eru þið ekki öryggari með svona menn úti og bara, mér finnst þetta skelfilegt. Mér finnst líka magnað sko með tala sérstaklega þessa leigubílamenningu. Mér starfum ekki áherslu á að erlendir leigubílstjórar séu rosalega ógeðslegir og svona, það er tíðanlega hópur á Facebook sem er sérstaklega tilengaður þessu eitthvað svona sögur með leigubílum og varakonur við og þetta er mjög svona mikilvægur vettfangur fyrir samstöðu milli kvenna sem hafa upplifað slæmt í þessum hjá leigubílstjórum. En þess mamma mín sem er 55 ára var að segja frá því að hún hefði aldrei upplifað ofbeldi eða neins konar áreitni frá leigubílstjórum nema þeim íslensku og ég get alveg sagt sama að ég persónulega tekið leigubíla alveg slatta af djamminu og svona ég hef ekki einu sinni upplifað ofbeldi eða áreitni frá erlendum leigubílstjóra, það er oftast íslenskir og mér finnst það bara svo hryllileg leið til þess að vinna gegn hóp sem bara reyna að koma til landsins til þess að finna öruggan stað og vinna og borga skatta og svona, mér finnst það bara eins og þetta vandamál hafi ekki nú þegar verið til staðar svo löngu áður, sérstaklega með leigubílstjóra, mér finnst það bara alveg, já. En hvernig líður þolendum þegar ofbeldi gegn þeim er tekið með þessum hætti og notað einhvern veginn svona til þessum vopnvæðing gegn sko öðrum hópi? Þetta ekki einhvern veginn svona, ég meina við hljótum einhvern veginn að geta svona bara einhvern veginn, við hljótum að geta gert eitthvað í þessu. Þetta er einhvern veginn svona, manni líður eins og það sé verið að taka eitthvað úr höndunum á manni. Við verðum fyrst og fremst, við verðum að ávarpa þetta og við verðum að viðurkenna, við verðum að bara gangast við því og tala um það að þarna er verið að klæða þolenda, bara rasisma í búning þolengdastuðnings og við verðum bara að ávarpa, það er þannig. Ég samanlega þessu. Já, ég held að við getum alveg við veitum það allar að því að gerendur ofbeldis er þverskurður á öllum samfélagum alls staðar í heiminum, hvorki meira en minna af íslenskum eða erlendum aðilum og ég held að þessir ef að það er ykkur baráttumenn gegn ofbeldi þá held ég að hljóta þurfa að taka þá til alls staðar í öllum skúfum vegna þess að það er alveg jafn mikið íslensku gerendum eins og erlendum, við höfum alla tölfræði sem segja það og þetta eru auðvitað einstaklingar á öllum stigum þjóðfélagsins alveg sama hvar þeir eru eða hverjir og þannig ég held að vera að afvegaleiða umræðuna þannig hátt auðvitað dregur bara úr mikilvægu umræðunar og úr alvarleika ofbeldisins og fyrir að beina sjónum að einhverju öðru og ég held að það sé líka rosalega mikilvægt fyrir alla sem eru að stökkva og þannig vagna vera að skreita sig með áföllum annara og ganga fram sem einhverju rittarar í þeirra nafni að þeir verða alltaf að hafa leyfi þolenda fyrir ykkur slíkum gjörningum og ég held að því miður að það hafi ekki verið mikið hugsað um það. Nei, þetta, ég veit nokkra þolendur sem einmitt trygguruðust svolítið við að sjá nákvæmlega þetta.
arabíska þolendur sem að til dæmis líka trygguruðust mjög mikið við nákvæmlega þetta. En það er eitt sem að mér þykir svolítið áhugavert í þessu og ég talaði við Drífu Snædal hérna fyrir einhverju síðan og hún talaði þetta að það væru, ég meina, við erum á Íslandi, það eru miklu meiri líkur á því að það verði brotið gegn þér af Íslendingi. En hún hérna talaði líka þetta sko að þetta er ofbeldi sem gerist yfirleitt heima hjá okkur eða gerist ekki út á götu niðri í miðbæ og það svona finnst manni þetta einmitt vera svolítið svona ef einhver upplifir öryggi í þessari sveit þannig að þá er það mjög falskt öryggi. Akkurat þetta og líka bara þú veist við getum ekki að vera að uppræta kynferðisofbeldi með því að beita ofbeldi og það er bara eitthvað random fólk ofbeldi og við getum ekki verið að klína þess á útlendinga. Það er bara ekki þannig og þetta er útrúlega stuðandi að sjá þetta að því ég myndi freka vilja umbreyta þessum hópi í að mæta og styðja þolendur í því sem þeir eru að gera. Ef þetta eru einstaklingar sem eru virkilega á móti ofbeldi og gegn kynferðisofbeldi og ofbeldi gegn konum og börnum að það þurfa að styðja konur í baráttunni, þau láta í sér heyra þegar aðrir eru að beita ofbeldi en ekki fara út á göturnar og reyna að finna eitthvað fólk til að beita ofbeldi. Það bara meikar engan sens fyrir mér. Fyrir utan það við vitum það allar sem að hér sitjum að hérna konur eru búin að draga vagninni í jafnréttisbaráttunni hérna frá því að við munum eftir okkur og þótt að séu auðvitað hérna tölvört að karlmennum sem styðja þessa baráttu þá er þeir auðvitað miklu minnihluta með við þá menn sem að sitja oft aðgerðalausir heima þannig held að ef að eitthvað á að færast áfram í umræðunum kynbundið ofbeldi og hérna ofbeldi nánum samböndum og kynferðisbrotin auðvitað að þá hljóti það að vera líka að þessir einstaklingar sem að vita það kannski sjálfur að þeir eru ekki að beita ofbeldi en þeir sitja hjá þegar umræðum ofbeldi fyrir fram og þeir sitja hjá þegar að þeir heyra jafnvel hérna kollega sína að vera að tala niðrindi eða á hérna á undirskipandi hátt konur og þeir eru þá með því að viðhalda þessu misrétti og það held ég að sé mikilvægt fyrir þá einstaklinga sem að vilja styðja við baráttuna að þeir þurfu ekki annað en að standa upp og segja ok, við þurfum ekki að tala svona hér eða þetta finnst mér ósmekklegt eða þú veist þetta, ég er ekki tilbúin að taka þátt í þessu og það er alveg ótrúlegt hvað þetta eitt getur gert að bara nokkra einstaklingar bara vinnustað eða annað sem bara taka sér saman og segja bara ok, þetta er ekki boðið hér og ekki heldur inn í kallaklefa eða á kaffestofunni þegar bara kallar eða eitthvað svoleiðis að þeir geta breytt miklu og ég held að þetta væri til dæmis mjög góð barátta sem að menn getur byrjað á að heyja. Já, það þarf ekki bara í mertanvarning og hérna og skunda niður í bæjum helgar en þeir eru með mertanvarning. Við erum það, já, sem mælum meira með að kaupa heldur en þetta sko, þetta er rugl. Já, við erum varning, við verðum bara með okkar gamla varning sem búið að vera sölu síst árin, hann er svona, það er að hann var að fækka, það er bara við erum að selja sama síðust árin sko. En við sexast á lagerinn. Já, við erum að selja lager. Já, það er lagerinn sko. Lager. Já, en við verðum sem sagt með nýjan varning sem kemur núna út fyrir 50 daginn, það sem peppkvöldið Drusslungarnar verður og hann er sem sérstaklega tilengaður Ólöfu Töru og þessar 2 bólir með sem sagt beinum tilvitnirum í hana með nafnir hennar og drusslihjartana aftan á og þess gróðin á þeim ból ásamt öllum framafgróða göngunar fer í minningasjóð Ólafar Töru sem er verið bara að í rauninni leggja lokahönd á núna af aðstandendum og við erum miklu samtali við þær í rauninni systurinnar og mömmu sko þetta allt og þetta verður bara held ég mjög þetta var það sem þeim fast fallegast að gera sko en þær vildu ekki eins mikið vera framlínunni þannig að þetta er bara mjög ferskt ennþá en þetta er svona mjög þetta það sem okkur þótti verðinga mest Þetta var þetta sviplegt fráfall ég veit að Ólöf Tara var þið voru nánar og samhryggist innilega sko, hvað getur þú sagt okkur aðeins frá þessum minningasjóði? Já, þessi minningasjóður er stofnar af aðstandendum á fjölskyldu Ólafar Töru og tilgangurinn með honum er að styrkja mitt framlínu fólk og verkefni sem tengjast baráttunni gegn kynbundnu ofbeldi og það stendur til að gefa út styrk á afmælisdaginn minnar. Ég er ekki alveg með að reyna hvort það verði annað hvert ár eða eitthvað slíkt, það minnst það líklegt
og ég bara hlakka til að sjá hvaða verkefni verða styrkt af þessum sjóði. Þetta er ótrúlega þarft og bara ótrúlega þakklátt fyrir þessi sjóður sem settur á laginnar. Já, þetta er alveg frábært og það er greinlegt að það er mikil grasrótastarf og það er margt í gangi baráttan gegn kynbundnu ofbeldi er hvergi nærri lokið. Þið verðið væntanlega allar í Druslugöggu á laugardaginn, hún er á laugardaginn, eða ekki? Yes. Frá Hallgrímskirkju? Já. Hlandi. Ég verði miður erlendis, ég er mjög neyður því þótt að vera gaman að vera þar. Já. Verð með næst. Já, í anda, það er nóg. Í anda. Það er líka algjörlega. Kaupi varning. Já. En það er kannski svona aðeins áður en að ég slepp ykkur, af því það er svo góðmennt hérna við borðið, ég er svo ánægilegt að hafa svona marga góða að spila við. Þá mér langar aðeins að rýna meira í þessar frávísinu, þessar sýknudóma sem að hafa verið að falla núna og það er verið að segja og ég fór allt í að velta fyrir mér svona í dag þegar ég var einmitt að lesa ennið sýknudóminn, hvort að sko þeir væru einhvers konar afleiðing þess að við værum að kæra í auknum mæli eða það væri fleiri brot eða að því að mér finnst þetta var orðið svo tíðar fréttir. Hafið þið einhverja vitneskju um slíkt? Ég hef ekki vitneskju um slíkt en þetta er náttúrulega dómarar eftir dómafordæmi líka. Þannig að við erum alltaf í þessari lúppu einhvern veginn og hvernig komast út úr þessari lúppu. Við gerum það þetta með því að vera með hugarfarsbreytingu gagnvart þeim gögnum sem liggja fyrir og með því að hafa áfalla með nálgun og endurmenntun dómara. Þangað til, og náttúrulega lagabreyting er náttúrulega grunnurinn, en þangað til að þessir hlekkir fara að vera í réttum takti, að þá er þetta bara svolítið staðan. Þetta er auðvitað, ég held kannski er aukin fréttaflutningun, þetta er auðvitað búið að vera staðan núna bara lengi vel, þannig að þetta er ekkert nýtt í þolendarsamfélaginu. Nei, það er það nefnilega ekki og þú komst inn á það áðan hérna að kunningin eða vinuðin hafi sagt þér að dóttir hans hafi varðið fyrir kynferðisofbeldi og hann hafi ekki lögfræðingur og ekki ráðlagt dóttir svona kæra og ég hef stundu velt þessu fyrir mér, ég var heppin, ég kærði og þeir voru dæmdir því áverkarnir voru þess að það bara var ekki þetta segja þetta hafi verið eitthvað grásvæði og ég stundu velti fyrir mér og hef tekið gegnum, þetta er 9. árum mitt núna, síðasta ári sem ég ætla að vera sveiti. Og mörg þólenda viðtöl eða samtöl fólk þólendu koma og opna sig fyrir manni, eðlilega og ég hugsa ef þetta er dóttir mín sem sætir fyrir fram að mig var að segja mig frá þessu myndi ég ráðleggja hann að kæra ég myndi ekki gera það ég myndi ekki ráðleggja hann að kæra þannig að það sem þú ert að segja ég held einmitt að það þurfi að fara það svo margt sem þarf að fara í gang það er þessu margt sem þarf að breyta ekki bara lögin sem segir endurmenntun dómar og áfalla með nálgun og þegar maður les þessar frávísanir þá og sýknudóma þá veit ég hvort maður verður meira sorgmættur eða rauður. Já, bara að blanda þessu öllu held ég sko, ég menn eins og ég þú veist, ég var 18 ára gömul þegar ég lenti í minni nauðgun sko og mér finnst bara þegar ég var 18 þá hafði ég nákvæmlega ekki sko korn af trú að þetta myndi fara gegn að því ég bara hugsaði strax bara já, ok, það var ölvun þetta er aldrei að gerast að því bara það var það eina sem ég hef það er sagt er að þú veist, já þú getur kært, þú getur reynt það verður mynd dragast á í 2-3 ár og þú myndir að segja alltaf bara nýtt og reyna að muna þetta og það mun ekki trúa þér og það bara var ekki að fara að gerast þannig að ég bara gaf strax upp í rauninni og bara fór að fókusa á hvernig ég sjálf geti einhvern veginn að gleyma sér bara og að halda áfram sko en mér finnst alveg magnað að þú veist hversu margar úlingshjálpur og bara úlingar yfir höfuð og bara ungt fólk yfir höfuð hefur bara nákvæmlega ekki sko, já, bara korn af trú á neinu af þessu og rauninni ekki á skólanum sínum, ekki á umhverfinu sínu, fjölskyldu, bara samnemendum, neitt, þetta er allt bara... Það er mjög veikt samfélag. Mjög veikt samfélag. Eins og mjög veikt samfélag það sem að unga fólkið einhvern veginn trúir ekki á svona bjargaráðin. Þetta alls ekki og það trúir heldur ekki á að þú veist, meira þess að bara vini sínir munu ekki, þú veist, það trúir ekki svona á að vinir manns eða nánast að fólk kring mann muni trúa sér eða endilega gera eitthvað í því. Þetta er alltaf málið um það, þú getur sagt eitthvað en svo eru gjörðir skipta málinu alltaf. En já, mist alveg, já. En svo er þetta líka staðreind að við dæmum oft út frá lifaðar reynslu og að meðan að meiri hluti dómar er karlkyns sem hafa enga lifaðar reynslu á því að vera konur eða minni hluti hópur yfir höfuð það hafa ekki verið litað af konur, hafa ekki verið konur sem tala ekki íslensku og þar fram eftir götunum
þá segir það sér sjálft að það er erfiðara fyrir þá að setja sig í þessa stöðu og við erum líka ofta að lesa að framburður hafi verið stöðugur og maður hugsaður að í hvers skipti hversu ósennilegt að manneski miklu áfalli sem er stöðan framburð og svo er oft verið að tala um þessa áverka og áverkar eftir kynferðisbrot þurfa alls ekki að vera vegna þess að það þarf jafnvel að vera mjög gróft kynferðisbrot til þess að skilja eftir áverka fyrir utan það er alls konar þættir sem að verða í áfallinu sjálfu sem að verður til þess að verða jafnvel minni áverkar vegna þess að við vitum það þú veist að konur þarf frjósa og konur þarf fara í geðjun og þær fari alls konar reyna að beita sig út úr aðstæðanum sem að þetta veldur því að það verður jafnvel minni áverkar. Þannig ég held að þegar að dómarar og í rauninni þeir sem að koma að þessum brotum hafi kannski og náttúrulega þarf að breyta löggjöf til þess að það væri hægt að rýna þessi brot með fleiri augum, með fleiri tækjum og tólum að þegar að það fer að vera normalt að vera óstöður í framburði vegna þess að þú manst ekki út áfallastreitu eða þú varst með drukkin og hefur ekki tökað að þegar að þessi þættir fara að koma til að þá held ég að þú veist að það veri miklu meiri skilningur á brotunum og afleiðingunum og líka þá að samfélagi sjálft skilji betur einmitt bara hvaðan þú veist, hvað býr að baki því að þegar þetta er afgreitt eins og umferðarlaga brot eða eitthvað skilur sem er mjög svona borðleggjandi ekki samskipti fólk sem er mjög óáræðanleg en þú veist það, ég keyrði á húsvegg ég var á bíl eða ökutæki og var veggur og ég keyrði á hann, þetta er mjög borðleggjandi en í samskipti fólks þá getur þetta kannski aldrei orðið akkur þetta, þannig að það þarf kannski einmitt eitthvað annað að koma til eins og þessu uppbyggilega réttvísi eða eitthvað slíkt þannig að gerendur gerir sig grein fyrir hvaða skaða þeir voru að valda og getur þá bætt betur og þolendur upplifi að það hafi verið hlusta á þá og þeir hafi fengið svona lokun á sínu máli og að þeim hafi verið trúað og ég held að það sé einmitt akkurat málið að ég held að bara flest allir, þú veist, ég hef líka orðið fyrir kynferðisbrotið oftar en einu sinni, að það er akkurat þetta, þú veist, að þú veist, verður með trúað, trúir einhver að hann hafi gert þetta og þegar að þú veist, vegna þess að það er oft svona ákveðin þröskuldur og svo er þetta dómskerfi sem að við vitum að geti, þú veist, að við vitum hver tölfræðin er þar. Þannig að þú veist, að ég hugsa að það þurfa að koma til einhver önnur nálgun til þessi einhvern veginn að þolendur nái betri bata eftir svona áföll að sé ekki að eins og við sjáum oft hjá okkur að það fólk eru að koma áratugum setna búið að fara hring eftir hring í kerfinu, fara til sálfræðings hér, fara í viðtöl þarna og gera eitthvað svoleiðis en svo kemur það kannski og það er bara gott fyrir fólk að vita þótt að það sé akkurat ekki það sem við erum að tala um í dag en fólk getur komið með brot sem eru fyrnd samkvæmt skilgreiningu, það verður ekki rannsakað og það er hægt að koma til lögreglunnar í Bjarkarhlíðar og greina frá þessum brotum og skrá þau og maður sér það ofta að fólk eru að koma kannski með áratugum setna og það gerir það næri einhvern veginn rétt úr sér og gangu og það var eitthvað sem tók við því þótt að var ekki rannsakað og þótt að er ekki þú veist dómtekið en þá var það þú veist og þetta er svona síðasti hlekkurinn vegna þess að fólk vill auðvitað bara að því sé trúað og að það sem kom fyrir það að einhver svona segi ég skilði, ég veit það, ég trúi þér og ég ætla að skrifa þetta hérna niður og þetta fer í einhverja lögregluskýrslu skilur þótt að rannsókn verði ekki hafin en það er samt hjálpar ekki þeim sem eru að koma með nýleg brot og og einmitt upplifa að þetta sé ekki farvegurinn þannig að við þurfum að hugsa ykkur af fleiri leiðir held ég að íta á. Ég held að. Og svo eins, ef að menn eru dæmdir fyrir brotin, að þeim sé tekið innan innan fangelsisins, sko, þessu hjálpa til betrunar. En við hefum mikið fjallað að það sé ýmsu ábætafandi betrunar vist á Íslandi. Þannig að þetta er alveg heilmikill flokkur, stórt og mikið verk framundan, en það verður líka að gleðast yfir því sem vel gert og þessi bardagi hefur skilað ansi mörgu. Og við sjáumst í drusligöngu. Já. Og þakka ykkur kærlega fyrir að vera með og við tókum við þar stuttarauglýsingar og svo höldum við áfram.